Til greina kemur að óháður ríkisendurskoðandi verði látinn ljúka skýrslu bókhaldskerfi ríkisins. Formaður fjárlaganefndar talar trúnaðarbrest. Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir að ríkisendurskoðun hafi brugðist trausti þingsins. Rætt meðal stjórnarflokkana á Alþingi að óháður ríkisendurskoðandi fái það verkefni að ljúka skýrslu kostnað við bókhaldskerfi ríkisins. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Sú staðreynd að ríkisendurskoðun hafi í 8 ár unnið að skýrslu kostnað við bókhaldskerfi sem keypt var af fyrirtækinu Skýr, nú Advania, án þess að birta hana og klára hefur vakið upp spurningar ábyrgð Sveins Arasonar ríkisendurskoðanda. Ríkisendurskoðun sem yfirfer bæði fjárlagafrumvarp og ríkisreikning hvers árs hefur í 8 ár látið hjá líða að tilkynna þinginu að kostnaður vegna kerfisins hafi vaxið fram úr hófi. Er þetta ekki bara skýrt dæmi það að ríkisendurskoðun að hilma yfir glópsku klúður embættismanna? Ég veit ekki hvernig ég myndi svara þeirri spurningu og hvernig ég á að svara þeirri spurningu. Ég veit ekki hver ástæðan fyrir þessum miklu töfum er. Ég hef ekki fengið viðhlítandi skýringar á því. Þegar ég tel mig að fengi það, þá skal ég svara þér. Ríkisendurskoðun að bregðast trausti umbjóðanda sín sem Alþingi í þessu máli, ekki satt? Klárlega. En þetta mál skrifast ekki bara á ríkisendurskoðun. Í desember 2009 lagði minnihlutinn í fjárlaganefnd fram þetta nefndarálit. Það sem lagt var til að tekin yrði saman heildarkostnaður vegna þessa kerfis og leita leiða til að lækka hann. Ekkert var gert með þessa bókun en sá sem lagði hana fram telur það gagnrýnivert. Sérstaklega vegna þess að á þessum tíma verið að leita allra leiða til þess að lækka kostnaði í rekstri ríkissjóðs og þá hefði maður talið það að fjármálaráðherra hefði tekið hverju tillögu í þá veru með þökkum en því miður að þá þetta bara lemjast í andlitið til okkur þessa dagana. En hvað tekur nú við? Verður þetta enn eitt málið sem veldur ólgu og deilum í samfélaginu og rifist verður hér á Alþingi í nokkrar vikur og síðan fellur allt í gleymskunnar dá? Ekki meðan ég þetta. Eitt af því sem rætt innan stjórnarflokkana á Alþingi að óháður ríkisendurskoðandi verði fenginn til að klára skýrsluna og njóta fulltingis starfsmanna ríkisendurskoðunar við verkið. Þetta ein þeirra leiða sem hafa verið skoðaðar en óvíst hvað verður. Málið hins vegar eins og heit kartafla og fáir eru tilbúnir að tjá sig. Forseti Alþingis var ekki tilbúin að veita viðtal. Þá neitaði forstjóri Advania að tjá sig en hann tók við árið 2009 og samningurinn kerfið því ekki gerður í hans tíð. Þá svaraði Gunnar Hall, forstjóri Fjársýslu ríkisins, ekki skilaboðum. Og forráðamenn Fjársýslu ríkisins halda því fram að það sé alrangt að fjárveitingu upp á 160 milljónir króna árið 2001 hafi verið hugsað til kaups og reksturs bókhaldskerfisins, heldur hafi þetta verið undirbúningskostnaður. Þá hafi kostnaðurinn vegna kerfisins á 9 ára tímabili numið aðeins 1 milljón á ári fyrir hverja stofnun ríkisins og það Þorbjörn Þórðarson sem heldur áfram að segja frá. Þessar upplýsingar koma fram í tilkynningu sem Stefán Kjærnested varaforstjóri Fjársýslu ríkisins sendi nú rétt fyrir 6 í kvöld. Stefán segir að þær 160 milljónir króna sem veittar voru á fjárlögum ársins 2001 hafi verið vegna þarfagreiningar og útboðsgagna vegna bókhaldskerfisins. Ekki hafi verið að ræða fjárhæð til að kaupa nýtt bókhaldskerfi né reka það. Upphæðin hafi eingöngu verið vegna undirbúnings á fyrsta hluta verksins. Þá segir í yfirlýsingu Fjársýslunar að heildarkostnaður við þarfagreiningu, kaupa á bókhaldskerfinu af Skýr og uppsetningu á því hafi numið samtals 1 milljarði króna. Rekstur kerfisins á 9 ára tímabili nemi 2,8 milljörðum króna eða rúmum 300 milljónum króna á ári. Þetta nemi að meðaltali rúmlega 1 milljón á ári fyrir hverja stofnun ríkisins. Er þetta mikill kostnaður? Dæmi hver fyrir sig.